Komið sæl og blessu og verið velkomin í föstudagsþáttinn sem við tökum þessinni hérna upp í símstöðinni í miðbænum Akureyri, námtiltekið í göngugötunni, í miðri göngugötunni. Þetta glænýr staður og við ætlum að byrja hérna eftir að hitta vertana. En við ætlum að fjalla ýmislegt, við ætlum til dæmis að fara upp á KS-svæði, en Siggi Gunnars búinn að vera að taka púlsinn á stemminguna á N1 mótinu, en Pollómótið reyndar að hefjast líka og ég veit að það eru margir spenntir fyrir að fara að skemmta sér og slasa sig. Fullt af misgóðum knattspyrnumönnum hérna á Akureyri núna. Og ég fór á Ræflavík í gær sem nýtt leikrið sem Jón Gunnar var að leikstýra og ég skemmti mér konunglega. Ég kannski skemmti mér í konunglega en ég hafði mjög gaman af leikritinu. Við ætlum að hitta hann Jón Gunnar hérna á eftir. Og svo ætla að skreppa í bíó líka. Þú fara yfir hvaða myndir eru í bíóhúsum landsins. Við ætlum að tala safnabókina, það nýtt komin út bók safn á Íslandi. Svo ætlum við að skella okkur til hálfpartinn til Noregs. Já, það svona norsk-íslensk saga og eiginlega svona sem byrjar árið 1945. Það var spennandi að fylgjast með því að það sem sagt kona sem kom hérna til lands, til Íslands, til þess að elta upp í mann sem hafði sendt henni bréf árið 1945. Hvorki meira en minna. Og svo ætlaði þess að tala um þjóðlagahátíð sem var hérna fyrir norðan í ágúst. Og Selástína. Og Selástína kemur hérna í heimsókn og mun sjálf útskýra hvers slags tónlist hún flytur og hvernig hún fer að því. Við ætlum að byrja á símstöðardrengjanum. Sælir. Það alltaf fyllað af flottum veitingastöðum á Akureyri. Hvers vegna ákvaða þið að drífa ykkur í þessu? Já, bara vöntun á þessari tegund af kannski ekki veitingastað heldur, kannski bara mat í bænum. Hvernig mat? Já, svona heilsu mat. Það að segja sko, við erum með hráfæðisrétti hérna og grænmetisrétti, kjöt, fisk og súpur. Og svona þetta var svona, okkur fannst þetta að vera svona, eitthvað sem vantaði í bæinn. Og náttúrulega bara gera gríðarlega fallegan stað. Þetta kaffihús með heilsutengdu ívafi. Ívafi, já. Við bjóðum upp á mjög gott úrval af kaffidrykkjum líka. Við erum að keyra á frappuccino og þessum klassísku kaffidrykkjum. Og síðan erum við að kreista hérna nýja safa á hverjum degi og gera smoothie. Þannig að flóran breið. Já, og við erum með svo hráfæðukökur líka sko í borðinu ásamt bara marenstertum og epla og rjóma og öllu því, þessu óholla. Þannig að, og svona holl stykki, þannig að þetta verður svona fyrir alla, þannig að. Og þeir eru nýbúnir að opna og það strax vekur athygli hérna á útisvæðið. Þetta svona pínu erlendis að vera með þetta útisvæði. Já, þetta lúkkar mjög vel allavega. Já, þetta stórt og mikið útisvæði. Og það kannski svolítið staðsetningin, var ekki þessi staðsetning svolítið mikil öskra á að verða að kaffihúsi? Jú, klárlega. Þetta náttúrulega sko einn besti svona staðurinn í miðbæ Akureyrar. Upp á sólinækjara. Upp á sólinækjara. Og þú veist, hér er sól bara nánast allan daginn, bara alveg frá morgni til kvölds. Og langt fram á kvöldi, þannig að það er gott að sitja hérna úti á kvöldin og fá sér kaffi, eða kaffan. En þetta ekki einstakt samt? Við erum stundum að hugsa þetta þegar maður er að fá sér að borða eitthvað í hádeginu. Úrvalið rosalega mikið af virkilega góðum stöðum. Já. Þetta Akureyri náttúrulega bara gríðarlega flott bæjarfélag með gríðarlega mikið af flottu mat og miklu og fjölbreyttu úrvali. Þannig að þetta, þú veist, þetta alveg, ég held að þetta fytti vel inn í bæjarbúa og alla sem kring. Og finnst ykkur því að vera að ná í nýjan hóp kannski inn á? Algjörlega. Með þessu konsepti okkar með þessu hráfæði og grænmetis konsepti þá. Þannig að þeir kannski ekki endilega að taka af öðrum stöðum heldur að bæta nýjum hóp inn í? Ég held að við þurfum bara að gera líka vel við fólk sem á kannski líka erfiðleikum með að fá svona mat. Þannig að, en þetta náttúrulega eingöngu ekki bara svona, þannig að þá geta bara, heilu fjölskyldunar eða heilu vinahópurinn komið og fengið sér í sitt hæfi, allt bara. Fisk eða kjöt eða hráfæði. Svo finnst maður fólk verið að fatta það svolítið að það eiginlega betra að fara bara út að borða í hádeginu heldur en endilega á kvöldin. Þú fær náttúrulega fínustu verð og fín verð. Já, nákvæmlega. Við erum með þetta núna þannig að við erum með þennan bara hádegismat, þessa rétti í hádeginu og erum ekki með það á kvöldin, en á kvöldin erum við alltaf með súpu og vefjur og lokur og það er alveg svona heilsulokur líka, þannig að það er alveg heilhveitibrauð og allt það dæmi sko, þannig að þú getur komið á kvöldin og fengir alveg svona létta rétt. En hvernig fyrstu viðbrögð? Það eru bara gríðarlega góð. Búið að vera stöðugur draumur og þið sveittir alveg hérna á kantinum? Já, við mætum hérna eldsnemma á mótnana og
förum heim bara hérna langt eftir miðnætti. Þannig að það er ekki sofið mikið núna. Nei, Það gaman. kemur spurningi sem að ykkur hefur kviði, hvað, saga húsins, Já. hvernig hana? Þú veist, Ekki það er alltaf búið að saga rosalega mikið í nýjum húsi. Í uppbyggingunni? Já, uppbyggingunni. Það er mikið búið að saga og brjóta og framlega, sko. En símstöða nafnið? Já, það var góður maður sem að kom með þetta nafn ásamt mörgum öðrum nöfnum og það var bara valið, þetta var bara hentaði best. Það var mikið þjóðverku svona í upphafi að finna gott nafn. Já, þetta var alveg andtökunættur, sko. Það er alveg þannig, sko. Leið á þetta kom, þá bara Þetta er náttúrulega, sko, síminn var hérna í gamla daga og hér er náttúrulega símstöðin í þessu húsi. Símstöðin hérna á Akureyri. Þannig að þú veist, why not bara? Þetta er svolítið skemmtilegt, svo er pósthúsbarinn hérna rétt fyrir handarhornið, þar sem pósthúsið var símstöðin. Hér þetta er svona, við erum að halda svolítið í gömlu nöfnin, sem er bara gaman. Já, það er svolítið gaman að þú veist að halda í gamalt nafn og vera samt með svona kannski, já ég veit ekki hvort ég að segja þetta sé svona nýtísku staður en hann er samt sko með svona 60-70s look og en er samt svona nýtt líka og sér kemur gamalt nafn og við erum svolítið að blanda því saman. Þessi appelsínugulu rauðu litur sem að gefa þess aðeins svona 60s look. Já, það gerir það. Það er svolítið þannig. Þetta verður bara skemmtilegt að fylgjast með þessu, náttúrulega endalaus flóra og verður vonandi bara stuð og gleði og allir. Við erum mjög spenntir. Já, mjög spenntir. Og náttúrulega við erum líka með langan opnunartíma þannig að það er alveg nægur tími fyrir fólk að koma. Ég held þetta sé nú líka bara þannig að þegar fólk fer út að borða það vill ekki bara fara á einn stað, hvort sem það eru gestir eða heimamenn. Fólk vill hafa svolítið úrval. Þetta bara eykur á úrvalið. Heyrðu, við ætlum að halda áfram, við ætlum að skella okkur upp á KA-svæði. Þar eru 1500 drengir að keppa í knattspyrnu í 5. flokki. Við sendum boltann yfir á Sigga Gunnars.